Þá er það Ragnar Skúlason og Þorsteinn Einarsson berjast titilinn og Ragnar verður að vinna hér í dag. Hann má ekki leyfa Þorsteini að sigra og Ragnar byrjar vel. Gengur mun betur í þessari þraut en Þorsteini og fær 255 stig. Þá er það Sigurður Jónsson. Nokkrir nýjir hlutir litu dagsins ljós í þessari torfæru, hlutir sem við höfum ekki séð áður. Hér tapar Sigurður 30 stigum fyrir að bakka, pluss það hann tapar 15 stigum fyrir að keyra yfir eitt dekk og önnur 30 fara þarna í súginn og hann endaði með mínus 25 stig. Þetta er í fyrsta skipti sem það gerist í torfærunni hér á landi. Þá er það Konráð Karl Sigurðsson, hann er á Willys. Já, vel gert Konráð. Og hann er í 145 stig. Og þá yfir í sérútbúnarflokkinn, þar byrjar Sigþór Halldórsson. Fyrsta þrautin var mjög erfið og Sigþór ákvað að láta vaða hér á stálið. Fekk 255 stig, fór staraleiðandi, eins og þið sjáið ekki alla leið. Þá er það Þórir Sjött. Strax búinn að missa 15 stig fyrir að taka dekk þarna. Klórar sig hér upp, fær 210 stig. Jón Gesson. Það voru 15 keppendur mættir til leiks í sérútbúnarflokknum. Og það var ekki hægt að fara hægt og rólega í þessa þraut. Það varð að fara af talsverðu afli. Eyþór Már Bjarnason reynir hér. Líkist götubíl þessi jeppi en er á skóplum. Þá er það Gísli G. Jónsson. Hann leiddi Íslandsmótið fyrir þessa keppni með 62 stig. Og með því að næla sér í fyrsta sætið þá átti hann sigurinn vísan í Íslandsmótinu. 235 stig. Hann fær færri stig en Sigþór Halldórsson. Þá er það Gunnar Egilsson. Hann sigraði eftirminnanlega á Akranesi og á möguleika á Íslandsmeistaratitlinum en hann verður að sigra í dag að þessu sinni. Hann fær 205 stig. Menn greinilega dálítið rægir við það að láta vaða hér. Það var Benedikt Eiríksson á tíkinni. Já, Benedikt krækir í 225 stig. Haraldur Pétursson. Já, þeir eru ekkert að fórna bílónu hér í fyrstu þraut. 210 stig. Einar Gunnlaugsson, hann á einnig möguleika á Íslandsmeistaratitli. Hann sigraði í fyrstu keppninni á Akureyri. 245 stig, glæsilega gert hjá honum. Kemst þar með upp í annað sætið. Að minnsta kosti. Og Hörður Sigurðsson síðastur í fyrstu þraut. Og sjáu þið hvað hann gerir. Laglegt 270 stig. Og þá yfir í þraut nr. 2 í götubílaflokkin. Hér er það Ragnar Skúlason sem fer fyrstur. Búið að grafa hér pínulitla hólu sem reyndist ekki vera farartálmi en síðan var dálítil klöppin í endan og hann brýtur hér vinstri framöxul. Fer því ekki lengra, fær 240 stig og öfuga leið niður. Þetta held ég hafi nú komið Ragnari dálítið á óvart. Þetta minnir á fyrstu veltuna hans í torfæru frá því á Egilsstöðum. Þá er það Sigurður Jónsson. Ragnar Skúlason var með forystuna eftir fyrstu þraut og hélt henni eftir tvær þrautir. Var með 495 stig. Hér stöðvaðist Sigurður en komst síðan af stað aftur og nældi sér í 195 stig og er aðeins með 170 stig eins og við sáum áðan, þá fekk hann mínus í fyrstu þraut. Það er það Þorsteinn Einarsson. Já, hann heldur hiklaust áfram. 190 stig. Og þá í aðra þraut í sérútbúnarflokknum, hún var ansi söguleg. Hér er það Þórir Sjött sem fer fyrstur. Þóri var í 9. sæti eftir fyrstu þraut, fær hér aðeins 90 stig, stöðvast á brúninni, fyrstu brún. Og þá er að sjá hvað Gísli G. Jónsson gerir. Við fáum að sjá það síðar hvernig þessi þraut varð söguleg. Gísli nær hér í 115 og kom með 315 stig, mjakast aðeins upp stigan og Gunnar.
Stöðvast og tapar 15 stigum og sjáðu hvað hann gerir. Hann fer hér út fyrir brautina en inn í hana aftur að sumra mati. Og stöðvast hér með brotin vinstri framöxul og 100 stig. Þetta atvik, þar sem að Gunnar Egilsson fékk 200 stig fyrir, kærðu þeir Þórir Sjött og Sigþór Halldórsson þegar að keppni lauk og dómnefnd úrskurðaði að hann hefði, þar að segja Gunnar, farið út fyrir braut og refsuðu honum þannig að hann hefði aðeins fengið 100 stig fyrir þessa braut. Við þessa niðurstöðu vildu Þórir Sjött og Sigþór Halldórsson ekki vinna og hér sjáum við Gunnar Guðmundsson. Hann bakkar, missir þeirra 30 stig og fellir 1 dekk, þar fara 15 í viðbót. Fer síðan sömu leið og Gunnar næstum því, hangir að vísu hálfur inn í brautinni, en hann fær 0 stig vegna þess að hann bakkaði of langt hér. Það má aðeins bakka eina bíllengd hverju sinni sem bakkað er og það miðast við stuðara í stuðara. Þess vegna fékk hann 0 stig. Það var Benedikt Eiríksson. Hann velur sömu leið og Gunnar Egilsson, en dómnefnd taldi að hann hefði hangið inni í brautinni og þess vegna fékk Benedikt mun fleiri stig, eða 180. Hann ætti að fá 60 stig í mínus hér. Það er að vísu matsatriðin og 15 í viðbót hér fyrir að fella þetta dekk og aftur 15 hér. Og síðan fer hann með bílinn hálfan út fyrir endarhliðið og þar hefði hann að mínum mati átt að fá 60 stig í viðbót í mínus og þar með hefði stigagjöfun hans átt að vera 150 stig en hann fekk 180, 30 stig meira heldur en ég tel að hann hefði átt að fá. En ég er ekki dómarinn. Það eru dómararnir sem ráða hér að Haraldur Pétursson og hann læði sér hér yfir brúnna og fær 165 stig. Eins og áður sagði þá er þetta mál, þessi þraut, kærð og síðan var úrskurðið dómnefndar áfrýjað og nú hefur Landssamband Íslenskra akstursíþróttafélaga 30 daga til þess að ganga frá og dæma í þessari kæru en vonandi verða þeir búnir að gera það fyrir næstu helgi því þá fer síðasta umferðin fram. Og hér sjáum við að Einar Gunnlaugsson fær ekki nema 20 stig og missir þar með alla möguleika á því að lenda í fyrsta sæti og þar með minnka möguleikar hans á Íslandsmeistaratitli. Það var Steinar Hauksson, bakkar, þar fara 30 stig, reynir síðan rétta leið og 120 stig fær hann. Þetta er alveg að verða fært. Þá er það Hörður Sigurðsson, hann var í forystunni eftir fyrstu þraut. Hvað skildi hann gera hér? Hann er komin út úr braut hér. 140 stig fær hann þó og með 410 og leiðir þar með áfram eftir 2 þrautir. Það var Sigþór Halldórsson, hann á möguleika á Íslandsmeistaratitlinum en þarf fyrsta sætið og ekki fámennað svona en hann fékk þó 130 stig sem er með því mesta sem að nokkur keppandi fékk í þessari þraut. Tveimur þrautum lokið og við erum komin í götubílaflokkin eina ferðina og það er Ragnar Skúlason sem var með forystuna sem fer hér fyrstur, bæði upp og niður og 160 stig fékk hann. Myndatökumaður okkar þarna niðri sem tók þessa mynd átt í fótum fjöralauna. Eins og þið sjáu kannski Sigurður Jónsson þá. Ragnar Skúlason kom með 655 og með mikið forskot á keppinauta sína. Hér fær Þorsteinn aðeins 60 stig og það munar 265 stigum að þeim. Þriðja þraut í séróttunarflokknum og hún var engu auðveldari en svo fyrsta. Og hér er það Jón Gesson sem fer hæst allra í fyrstu tilraun í þessari þraut. Jón Gesson í 5. sæti eftir 3 þrautir. Þá er það Gísli. Og hér var Gísli að láta í minni pokan fyrir vélarbilun og varð að hætta keppni. Og Gunnar Egilsson, hver af öðrum mótmæltu keppendur
og bílar þessari þraut með því að fara stutt. Hér er Halldór Jóhannsson, fertugur og fékk það í afmælisgjöf frá vinum og kunningjum að fá að keyra í torfæru. Hann hefur ekki gert það í mörg ár og það vantaði ekki tilþrifin í honum. Halldór var í 7. sæti eftir 3 þrautir og þessa veltu. Það var Benedikt Eiríksson og hann skýst hér upp í annað sætið og Haraldur Pétursson upp í það 3. Helgina var keppt í torfæruna. Það er Þorsteinn Einarsson sem leggur fyrstur af stað hér í 3. þraut. 4. þraut ætla ég nú að segja í göttubílaflokki og fær aðeins 85 stig. Þá er það Guðmundur Sigvaldason. Það er með miklum látum hér og fær 160 stig af 300 mögulegum. Svo við sjáum þá er stigatalinn ekki há sem keppendur eru komnir með eftir 4 þrautir. Hámarksstigafjöldi úr 4 þrautum eru 1200 stig og Guðmundur Sigvaldason er aðeins með 400 stig hér. Þá er það Ragnar Skúlason. Hann verður að sigra hér í þessari keppni ef hann ætlar sér titilinn. 170 stig fær hann út úr þessari þraut. Og þá yfir í sérútbúnaflokkin. Það er Gunnar Egilsson sem fer fyrstur hér. Og þegar hann hefur lokið 1/3 af þessari þraut, þá situr hann á kviðnum og þar með fóru möguleikar hans á titlinum. Þá er Benedikt Eiríksson. Geysilega ákveðinn á laugardaginn var í keppni sem Bláa lónið og björgunarsveitin Stakkur héldu. Þetta var 5. og næstsíðasta umferðin í Íslandsmótinu og hér fer Benedikt fyrstur. Alla leið og fær 255 stig. Glæsilegt hjá honum og þar með er hann kominn í 1. sætið. Gísli G. Jónsson var að hætta keppni, var með 500 stig eftir 3 þrautir og var í forustunni. En hér nær Benedikt Eiríksson forustunni. Alveg harð ákveðinn í því að fara alla leið. Það var að sjá hvað Haraldur Pétursson gerir. Hann hlýtur að elta hann alla leiðina upp. Var í 4. sæti fyrir þessa þraut. Gísli G. er farin út. Þannig að 3. sæti er nokkuð víst en hann laumast hér upp í 2. sæti með 205 stigum úr þessari þraut. Það var Hörður Sigurðsson. Hann var í 3. sæti hér fyrir þessa þraut. En honum gekk illa og hann hrapaði niður í 7. sæti. Og þá er það Sigþór Halldórsson. Átti á brattan að sækja. Og með þessum akstri kemst hann upp í 3. sætið með 270 stig. Þá er það Reynir Sigurðsson. Hann fikk aðeins 85 úr 1. þraut, 5 stig úr 2. þraut og 45 úr þeirri 3. og situr í síðasta sæti þegar hér var komið sögum. En klórar sig upp 2 sæti. Það var Þóri Sjött. Hann á enn möguleika á meistaratitlinum. Tekur hér að vísu 2 dekk og tapar við það 30 stigum. Fer alla leið og fær 240 stig. Og Jón Gesson. Hann er geysilega laust upp að þessari öxl. Já, hann er komin yfir öxlina sem allir settust á. En drepur hér á. Fær 140 stig og fer tilbaka á öxlina þar sem allir hinir sátu fastir. Þá er það Eyþór Már Bjarnason á götujeppanum með skóflurnar í sérútbúnaflokknum. Og eftir þessa þraut var hann í 10. sæti. Þá enn og aftur yfir í götubílana. Þetta er 5. og næst síðasta þrautin. Síðasta þrautin er tímabraut. Og hér situr Konráð Karl á kviðnum. Þessi eldur var ekki hættulegur, kom út pústkerfi viðræðarinnar og þá var það Þorsteinn. Þorsteinn var 350 stigum á eftir Ragnari Skúlasyni fyrir þessa þraut. Mest er hægt að fá 300 stig út úr einni þraut, þannig að ekki átt að möguleika að ná Ragnari, en fær 280 stig. Og þá bíða menn spenntir eftir að sjá hvað Ragnar gerir á eftir. Fyrst er það Guðmundur Sigvaldason. Og hann fer lengra en Konráð. En örlítið styttra en
en Þorsteinn og 275 stig. Þá er það Ragnar Skúlason, getur tryggt sér sigurinn hér ef hann fer alla leið, en hann fer hins vegar ekki lengra en þetta og forskot hans minnkar niður í 155 stig. Þá er það 5. og næst síðasta þrautin í sérútbúnaflokknum. Fyrst er það Halldór Jóhannesson. Allt er fertugum fært og þá hlýtur hann að fara alla leið og var næstu búinn að keyra niður myndatökumann okkar. Það er Benedikt Eiríksson. Var í forustunni fyrir þessa þraut og hélt henni, fekk 270 stig hér. Haraldur Pétursson var að berjast við Benedikt. Hann getur minnkað forskot Benedikts. Já, hann fær 300 stig og þetta var eina þrautin sem nokkur maður fekk 300 stig í þessari keppni og er til marks um það að þrautirnar voru kannski heldur í þyngra lagi. Það var Sigþór Halldórsson. Hann þarf fyrsta sætið í keppninni til þess að eiga möguleika á laugardaginn kemur í síðustu umferðinni. Þóri Sjött þarf þriðja sætið til þess að eiga möguleika. En fyrir framan Þóri eru nú Benedikt Eiríksson, Haraldur Pétursson og Sigþór. 235 stig, ekki minnkar nú munurinn þarna á öðru og fjórða sætinu. Þá er það Sigurður Axelsson á Fríðu Greis. Átti slæmu gengi að fagna í þessari keppni og endaði í 12. sæti. Síðasta þrautin í götubílaflokknum. Hér er Þorsteinn Einarsson að fara tímabrautina. Gerði það óaðfinnanlega, felldi að vísu 2 dekk og tapaði við það 30 stigum en fekk 240 stig og hann hafði betur en Ragnar Skúlason því Ragnar Skúlason var með brotna 2 öxlasömu megin og hann tók allt og mörg dekk í tilraunum sínum til þess að fara tímabrautina. Hann komst ekki í tímabrautina alla leið, fekk aðeins 19 stig og lenti í öðru sæti og tapaði þar með Íslandsmeistaratitlinum. Þorsteinn Einarsson er því orðinn Íslandsmeistari í götubílaflokki eftir frækilegan sigur hér í síðustu þraut sem hann getur þó helst þakka Ragnari Skúlasyni fyrir. Og hér er svo lokastaðan, Þorsteinn Einarsson sigraði og tryggði sér þar með Íslandsmeistaratitilinn. Sérútbúni flokkurinn. Hér er Benedikt Eiríksson á ferð, var með forustuna fyrir tímabrautina, náði ágætum tíma á feldi fá dekk og sigraði í keppninni, fekk 253 stig í þessari þraut. En Haraldur Pétursson sem var í öðru sæti fram að tímabrautinni lenti í því að drepa á hér í tímabrautinu og klukkan gekk og gekk og gekk og stigunum fækkaði jafnt og þétt sem hann átti möguleika á að ná í þessari þraut. Og því miður fyrir Harald Pétursson þá gerðist það að hann féll niður í 4. sætið. Grátlegt að falla úr verðlaunasæti en það voru hins vegar 2 aðrir sem ekki grétu þetta. Annar þeirra var Sigþór Halldórsson sem átti möguleika á Íslandsmeistaratitli fyrir þessi keppni, á nú möguleika á 62 stigum og þar með ætti hann að geta jafnað Gísla G. Jónsson en það dugar ekki til. Þóri Sjött lenti hins vegar í 3. sæti í keppninni og þar með heldur hann enn í veika von það að verða Íslandsmeistari í flokki sérútbúna ökutækja. Og lokastaðan í Bláalóns torfæru Stacks, Benedikt Eiríksson sigraði, Sigþór Halldórsson var í öðru sæti, Þóri Sjött í 3., Haraldur Pétursson í 4. og Steinar Hauksson í 5. sæti.